Já, kæru borgarfulltrúar, þá göngum við aftur til dagskrár eftir matarhlé og við hefjum umræðu umferðaröryggismál og fyrstu tekur til máls borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ástæða þess að ég vildi fá tækifæri til að ræða umferðaröryggismálin í borginni. Það eru auðvitað nokkrar. Ein sú að stundum finnst mér að við virðumst ekki gera okkur grein fyrir því hversu mikið alvarlegum slysum verða hérna. Ég veit ekki hvort það er rétt en getur verið að okkur hætti til að meta ekki eins alvarlega slysin þar sem að örkuml og ævilöng vistun á sjúkrastofnun er afleiðing. Tökum frekar eftir dauðsföllum í umferðinni en gleymum frekar alvarlegu slysunum sem að allt og mörg eru nánast ígildi dauðaslysa. Önnur ástæða, og ég ræddi það stuttlega í umhverfis- og skipulagsráði og boðaði þar að ég vildi gjarnan fá bók það næst, að það var mæling lögreglu í kringum grunnskólana í borginni núna í upphafi skólaárs. Eitthvað sem er gert árlega. En núna í þessari mælingu þá voru 34% ökumanna, þriðjungur ökumanna sem að ók of hratt eða yfir það sem kallað er afskiptahraði í kringum grunnskólana. Það voru allmargir sem að óku á 50 km hraða eða hraðar og svo sem hraðast ók var á 66 km hraða á 30 km kafla. Eða sem 30 km hámarkshraði. Og þetta var verst í námunda við Hólabrekkuskóla og Fellaskóla þar sem að helmingur ökumanna yfir 50% ók of hratt. Og þegar þetta er skoðað að hraði virðist vera bara í öllum tilfellum að aukast í samfélaginu okkar, að í fyrra árið 2015, þá voru líka hraðamælingar, þá var brotahlutfallið 28% lægra. Þannig að niðurstöðurnar í ár eru vonbrigði. Auðvitað eitt af því sem að hefur verið talað í tengslum við skólan og bara almennt í borginni er það að gangbrautir sé ekki nógu vel merktar, nógu vel málaðar og það hefur verið misbrestur á því. Það hefur verið talað að bæta úr því en mikið vantar upp á til þess að það sé í lagi. Og svo er annað varðandi hraðan, að það er við þurfum að hugsa þessa hluti meira út frá aðferðum sem að virka. Við þurfum að gera meira af því að nota radarskilti. Við þurfum jafnvel að finna út leiðir til þess að sekta með myndavélum, eins og ríki gerir. Sveitarfélög hafa ekki heimildir til þess, en af hverju komum við okkur ekki upp heimildum til þess og tökum upp slíkar aðferðir sem koma almennilega í veg fyrir hraðakstur. Málið er nefnilega það, ef við ætlum að hugsa þetta allt í samhengi, umferðaröryggi, eldsneytiseyðslu og mengun frá útblæstri bíla, þá eigum við að taka upp aðferðir sem að sameina þetta. Hraðahindranir gera það ekki, því að eldsneytiseyðsla og mengun eykst verulega með tilkomu hraðahindrana. Og bara nefna nokkra mælingar sem að ég hef fengið aðgang að, segja það að hringtorg auki eyðslu 5–10% og mengun samhliða því, en hraðahindranir alltaf 50%. Hraðahindranir, eyðslu og mengun samhliða því alltaf 50%. Og mér langar til þess að ræða þetta allt í samhengi. Umferðaröryggi, eldsneytiseyðslu, mengun. Og vitna í það að loftslagsstefnan í aðalskipulaginu til 2030 og þar er talað að draga úr nettólosun gróðurhúsalofttegundum 35% til ársins 2020 og 73% til ársins 2050 og viðmiðunarárið er árið 2007.
Og loftslagsstefna Reykjavíkurborgar sem var unnin af loftslagshópi borgarstjóra, hún var samþykkt í borgarráði 30. júní síðastliðinn. Hún var unnin í þverpólitísku samstarfi og það var fjölbreytt aðgerðaráætlun til ársins 2020 sem að stýrihópurinn eða loftslagshópur borgarstjóra mun vinna áfram að aðgerðaráætlun fyrir. Við samþykktina 30. júní í borgarráði þá bókaði sá hér stendur eftirfarandi með leyfi forseta. Borgarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins styður samþykkt loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar en áskilur sér rétt til að fylgja eftir í stýrihópi stefnuna sérstökum áherslum sem ekki eru nefndar í stefnunni varðandi samgöngumál, mengun og flæði umferðar. Tilvitnun lýkur. Þetta bókaði ég sem sagt 30. júní þegar loftslagsstefna var samþykkt í borgarráði. Og hvers vegna var ég að bóka þetta? Hvers vegna var ég að bóka þetta við þessa loftslagsstefnu sem að þverpólitísk sátt Jú, vegna þess að allofta þá höfum við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins talað mikilvægi þess að umferð flæði eins vel og hægt Mikilvægt sé að halda hraða innan öryggismarka en láta umferðina flæða með umferðaröryggi, afkastagetu og mengun í huga. Þessi atriði eiga nefnilega ekki upp á pallborðið hjá meirihlutanum í Reykjavíkurborg. Og nýlega framkvæmdir á borð við Hofsvallagötu og Grensásveg undirstrika það mjög vel. Þar flæði umferðar tekið úr sambandi með tilheyrandi mengunar aukningu. Og ef við skoðum tölur úr aðgerðaráætlun sjálfbæra orkunýtingu Reykjavík samkvæmt skýrslu frá 2011 og sjáum við að losunin var rúm 307.000 tonn ígilda koltvísýrings eða CO2 og þar af mest frá samgöngum 236.000 tonn eða 76% af heildarlosuninni. Og þetta á að minnka til 2020 41.000 tonn. Og ef við tökum þetta í samhengi við hugmyndi til dæmis hraðabreytingar á öllum götum vestra Kringlumýrarbrautar sem enn eru fastar í starfshópi hraða á götum borgarinnar og það þarf vissulega að breyta hraða á mörgum götum, þarf auðvitað rökstyðja það vel og sýna fram á að draga úr slysahættu, bæta umferðina og draga úr mengun. Annars eru slíka tillögur ekki í samræmi við stefnumótun borgarinnar sjálfrar. En bara segjum að við myndum fara úr 60 í 50 á Miklubraut og Hringbraut. Það myndi bæta við 2000 tonnum CO2. Þarna þarf auðvitað umferðaröryggi að vega þyngst eins og alltaf, en þegar málið skoðað að þá verða flest slysin, og þau eru allt of mörg, í tengslum við ljós, gönguljós og umferðarljós. Ég hef verið að spyrja eftir niðurstöðu þessar nefndar, þessar hraðabreytingarnefndar eða hraðahóps í umhverfis- og skipulagsráði og hópurinn ekki enn búinn að skila af sér. En hann mun vera eitthvað að böglast með það að fara að lækka hraða á vissum götum og efast ég ekki að víða þess þörf, þó að það kannski eigi ekki við alls staðar. En við þurfum að hafa í huga í samhenginu að þegar við erum að tala umferðaröryggi að við eigum að hafa í huga flæði umferðar og við eigum að hafa í huga mengunina því að þetta allt hluti af stefnumótun borgarinnar sjálfrar. Og þá ætla ég aðeins að nefna að fara inn á umferðarslysin sjálf sem var nú ástæða þess að við óskum eftir því að taka þessu umræðu hér. Það mun vera þannig að það sem af árið 2016 þá eru 23% þeirra sem lenda í umferðarslysum á landinu öllu erlendir ferðamenn. Og meðaltalið á ári, bara í mörg ár, eru 190 manns látnir og alvarlega slasaðir í umferðinni á Íslandi. Látnir og alvarlega slasaðir. Þetta eru sláandi tölur í ekki stærra samfélagi. Og ef við skoðum tímabilið 2009 til 2014, slysamestu vegina, þá eru 462 banaslys og alvarleg slys á þessum árum. Þið getið séð þessar skráningar allar á vef Samgöngustofu undir slysakort. Þar getur maður að sé hvert einasta slys, hvað hefur gerst og meira segja aldur ökumanns og eða þess sem hefur orðið fyrir slysum. Af þessum slysum sem ég nefni hér eru 29 alvarleg slys frá gatnamótum við Suðurlandsveg út á Seltjarnarnes. Við bætast 20 alvarleg slys á Reykjanesbraut, megnið af þeim við Bústaðaveg. Þar má ekki byggja nein gatnamót, ekki nett misla gatnamót eða neitt annað
þó fjármagn muni vera til staðar í slíkt af hálfu ríkisins. Þessu til viðbótar voru 17 slys á Hellisheiði, þar af nokkur innan marka borgarinnar, 17 á Kringlumýrarbraut og svo á Reykjanesbraut frá Kaplakrika. Og ef við tökum saman topp 5 vegina sem ég nefndi hér áðan, þá eru 22% alvarlegustu slysana á þeim og þetta eru einungis 103 km samanlagt, með fleiri 1000 km vegakerfi landið. Ef við förum svo lengra þá eru 15 slys á þessum tímabili skráð á Sæbrautina. Þannig við erum að tala á þessu tímabili 115 slys á þessum köflum á rétt rúmlega 100 km. Ef við skoðum þetta svo út frá 20 hættulegustu gatnamótum landsins, þá eru 16 af 20 þeirra í Reykjavík. Og slys með meiðslum eru öll á ljósastýrðum gatnamótum og 80% þeirra verða í Reykjavík. Öll ljósastýrð gatnamót sem að slysin verða á. Umferðarmestu gatnamót landsins munu vera við 11 ár, þau komast ekki á blað, sem betur fer. Hvernig bregðumst við svo við þessu? Meðan við fréttir í síðustu viku, þá eru 29 milljarðar í samgönguáætlun til 2018. Þar af eru 2,9 milljarðar á höfuðborgarsvæði eða 10% af heildarfjárhæðinni. Hver og einasta króna, eða þessi 2,9 milljarðar, eru ætlaðar í almenningssamgöngur, en ekki einasta króna í að bæta vegakerfið í borginni. Enda búið að semja að setja allt framkvæmdafé í almenningssamgöngur í 10 ár. Ég nú ekki einu sinni viss, borgarstjóri, ef að borgarstjóri kemur hér upp á eftir, þá kannski getur hann rifjað það upp fyrir okkur hversu langur tími eftir að þessu, sennilega einhver 5-6 ár. En það var samið að setja allt framkvæmdafé í almenningssamgöngur en ekkert í að bæta gatnakerfi í 10 ár. En það sláandi samt sem áður, hversu mikil þörf í rauninni á því að bæta gatnakerfið miðað við þessi slys. Alvarleg slys séu 115 2009 til 2014 á köflum sem að langflestir tilheyra Reykjavík og eða höfuðborgarsvæðinu. Og að af 20 hættulegustu gatnamótum landsins séu 16 í Reykjavík. Ein af mörgum tillögum okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í umferðarmálum að setja Miklubrautuna í stokk frá Kringlumýrarbraut á Hringbraut. Það reyndar tillaga sem meirihlutinn felldi ekki, heldur sett í frekara skoðun, og verði af því stóra verkefni þá mun það hafa jákvæða áhrif á umferðaröryggi, því að þar með fækkum við ljósastýrðum gatnamótum og getum nýtt borgarlandið enn betur til bygginga. Með því að bæta gatnamót Háleitsbrautar, Miklubrautar, Grensásvegar, Miklubrautar og með þessum stokki, þá værum við að fækka alvarlegum slysum verulega með þessa fyrrgreindu skráningu eða alltaf 30%. Rétt 30 einstaklinga á tímabilinu 2009 til 2014 sem hafa slasast alvarlega á þessum stutta kafla. Þannig að það verður að gera eitthvað. Við getum ekki horft upp á það sé þessi gríðarlegi fjöldi að slasast alvarlega og eða deyja í umferðinni hjá okkur og að 16 af 20 hættulegustu gatnamótum landsins séu í Reykjavík. Við hljótum að geta verið sammála það að verða að gera eitthvað í málum. Og við sjáum að umferð að aukast. Umferðin orðin stórborgarumferð hér á höfuðborgarsvæðinu. Á síðasta ári þá aukning bílaumferðar eitthvað 7-8%, sem þýðir að bara aukningin í bílaumferð flutningur fleiri farþega með einkabíl en með öðrum samgöngumátum. Og þó fjölgun hafi orðið með almenningssamgöngum, sem vissulega mjög mikilvægt og ánægjulegt, að þá einkabíllinn helsta samgöngutæki og hann verður það áfram. Og hann verður það áfram líka með við fyrirætlanir í aðalskipulagi, eða fyrirætlanir í rauninu þar sem aðalskipulag áætlar til 2030. Þó það auðvitað að ýta undir aðra samgöngumáta og það vel. En við verðum að vinna markvisst að því að bæta umferðaræðarnar, auka öryggi, bæta flæði og draga úr mengun. Og við þurfum að halda áfram að ýta undir aðra samgöngumáta, bæta aðstöðu hjólandi, gangandi og bæta aðstöðu almenningssamgangna, en við getum ekki sniðgengi ferðamátan einkabíl alfarið og við getum ekki
skellt skollaeyrunum við því hversu rosalega tölur þetta eru alvarlega slasaða frá 2009 til 2014 innan borgarmarkanna. Takk fyrir þetta. Þá hefur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, borgarforseti og ágæta borgarstjórn. Það gott að ræða þessi mál, umferðaröryggismálin. Og við höfum gert það áður og munum gera það aftur af því að þetta eilífðarmál. Ég vil svona aðeins til þess að setja þetta í samhengi af því að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson dró upp mjög dökka mynd og þetta ekki hægt að draga annað en dökka mynd upp af umferðarslysum þar sem að verða alvarleg slys og banaslys. En þó það þannig að þessi mál hafa tekið alveg ótrúlega miklum framförum og það ýmsar ástæður fyrir því en ég til að mynda bara við svona lauflétta leit fann ágæta skýrslu frá árinu 2007 sem að Línu Hönnun gerði og það var skýrsla slysum, meiriháttar slysum á gangandi vegfarendum í Reykjavík. Og þar hefur orðið algjör bylting. Það var árið 1975 var það alltaf 60 manns á ári sem lenti í alvarlegum umferðarslysum og hvort sem það var þá banaslys eða alvarlegt slys. Árið 2006 var þetta komið niður fyrir 10 og ég held að þróunin hafi verið þannig og eins og kemur fram í þessari skýrslu sem ekki sprungun í en sýnir þó mjög greinilega þróun að sem sagt alvarlegum slysum hefur fækkað verulega og ein ástæðan, það eru nokkrar ástæður, betri vegir, betri gatnamót, meiri öryggisbúnaður og ein ástæðan sú sem við höfum líka nefnt áður sú að árið 1995 þegar R-listinn hafi verið hér 1 ár við völd að þá kom fyrsta 30 kílómetra hverfið. Og megin leiðin til þess að hægja á umferð í íbúðarhverfunum einmitt umferðarhindranir sem að hægja á bílunum. Þá má segja að ráðin séu tekin af bílstjórunum. Þeir eru neyddir til að keyra hægar en þeir helst kjósa og það hefur haft meðal annars þær afleiðingar, ef maður rétt, að þá fyrir sirka 15 árum að þá fórust hér 2 gangandi vegfarendur á hverju ári. Nú þetta orðið 1 gangandi vegfarandi á annað hvert ár. Þannig að sem sagt alvarlegum slysum hefur fækkað mjög mikið, jafnvel þótt bílunum hafi fjölgað mjög mikið og fólkinu hafi fjölgað mjög mikið. Mér finnst mikilvægt að við munum þetta, að öll sú fræðsla, allur svo áróður og líka það sem borgin hefur gert til þess að hægja á bílaumferð með því að skilta götur og með því að þrengja að bílaumferðinni. Það var til dæmis engin tilviljun að það var brugðið á það ráð að þrengja að háaleitisbrautinni á sínum tíma. Þar urðu 2 mjög alvarleg slys þar sem að ungt fólk örkumlaðist til lífstíðar og þá loksins sáu yfirvöld ástæðu til þess að þrengja bílaumferðinni og hægja verulega á hraðanum. Sama var gert í Skeiðavogi. Sama var gert núna fyrir 2-3 árum á Snorrabraut sem var talin ein hættulegasta gata borgarinnar, 2 banaslys. Og þá loksins var þrengt að umferðinni. Hægt á bílunum. Og það líka þannig að á hennum vinsæla og reyndar dásamlega fallega Grensásvegi sem ég held að sé fallegasta gata bæjarins sem sirka 70 reynitrjám.
að þar mældist bílaumferðin, hún fór upp í allt að 72 km hraða á klukkustund, með þeim afleiðingum að það kom fyrir oftar en einu sinni og oftar en tvisvar að bílar keyrðu yfir það sem voru engar gangstéttir austan megin á Grensásveginum og inn í garða hjá fólki. Þannig að það orðin miklu mun öruggari gata. Það kemur fram í þessari skýrslu frá 2006 sem að mér finnst mjög góð að þar kemur reyndar fram að ein leið, eða það kemur fram þar að dreifð byggð auki líkur á umferðarslysum vegna þess að vegalengdir eru svo langar og menn hneigjast til að keyra hratt þegar eru að keyra langar vegalengdir. Það kemur sem sagt fram að þétting byggðarinnar muni að öllum líkindum gera umferðina öruggari. Það styttir vegalengdir og það gerir fleirum kleift að nota almenningssamgöngur. Það kom hérna fram áðan, það var réttara sagt borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson fullyrti hérna áðan að því hann vildi setja þetta í stórt samhengi, það vil ég gera líka, að þar sem að, ég man ekki alveg hvernig hann orðaði, en þar sem væru hraðahindranir eða þar sem að bílar þyrftu að stoppa ofta þá eyddu þeir miklu meira og menguðu miklu meira. Þetta stemmir alls ekki við kannanir sem ég hef séð, rannsóknir sem hafa verið gerðar í Svíþjóð, þar sem að var hafa verið gerðar rannsóknir á því hverju það breytir þegar að umferð á borgargötum lækkað úr 60 í 50 km hraða eða úr 50 í 30, 50 í 40 afsökið eða jafnvel úr 40 í 30 og þá kemur það fram að því var spáð að þessar ráðstafanir, þetta til dæmis gert í borginni Malmö, þar stór hluti miðborgarinnar þar búið að lækka hraðan, eða stór hluti borgarinnar held ég, búið að lækka hámarkshraðann í 40 km og því var spáð að það yrði 10 til 15 mannslífum bjargað árlega, úrblástur myndi minnka og en ferðatími myndi aukast örlítið. En allavega því vorum að tala mengun að í einni rannsókninni í Svíþjóð þá sem sagt kom það í ljós þvert ofan á það sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson fullyrti hér áðan á þess að geta neinna heimilda að sem sagt eftir hraðabreytingarnar að þá minnkaði útblástur dísel og bensínbifreiða. Það minnkaði magn brennisteinsniturs 11% og eitthvað fyrir bensínbíl og eitthvað svipað fyrir díselbíl. Sem sagt, mengun minnkaði. Þannig að ég myndi nú segja að það væri dálítið margar flugur slegnar í þessu höggi með því að lækka hraðann, þá minnkar við slysahættuna og þú minnkar mengun og þú gerir allt borgarumhverfi miklu meira öruggara, meira aðlaðandi, fallegra. Nákvæmlega eins og við gerst á Hverfisgötu og Grensásveg, svo ég nefni nú bara 2 götur. Þannig að ég held að ég vona það líka, ég tók undir með borgarfulltrúnum að það væri gott ef þessi hópur sem var skipaður til að þverpólitískur hópur sem var skipaður til þess að kanna möguleikan á því eða kanna þá hvort það væri æskilegt að lækka eitthvað umferðarhraðann vestan við Kringlumýrarbraut. Ég á von á því að við fáum mjög fljótlega niðurstöður þessa hóps og ég sé ekki betur með svona minni yfirborðslegu þekkingu en hann myndi þó kíkt á þessar skýrslur sænsku að það teljist og hljóta að teljast mjög góður kostur að lækka umferðarhraðann. Það nefnilega þannig ágæti borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, það gamalt slagorð, hraðinn drepur. Það hefur verið fundið út meðal annars með því að borgarfulltrúin var að lesa upp skelfilega tölur
en það þannig að ef bíll keyrir og gangandi vegfarenda á 50 km hraða þá eru 80% líkur á því að hann látist, það að segja gangandi vegfarendinn, en bílstjóran sakar yfirleitt ekkert. Ef hann keyrir á 30 km hraða og hann gangandi vegfarenda þá eru 80% líkur á því að gangandi vegfarendinn lifið af. Þannig ég veit að við erum öll sammála það að það þess virði að hægja á bílaumferðinni ef það má verða til þess, eins og hefur gerst síðastliðin 20 ár, að fækka banaslysum í umferðinni verulega og fækka jafnframt alvarlegum slysum í umferðinni. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir að taka þessi mál upp og ræða það á svona breiðum grunni. Ég vissi nefnilega ekki nákvæmlega fyrir hvað við ættum undirbúa okkur hérna, en ég held að borgarfulltrúi og málshefjandi Halldór Halldórsson hafi hitt naglann á höfuðið með því að opna hér í orðum sínum á áherslu á hraðann og lýsa áhyggjum af því að mælingar sýna að það sé verið að keyra of hratt í kringum skóla og í raun ætti áhyggjur okkar að ná til yfir það eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom reyndar inn á, það sé verið að keyra of hratt víða í borginni. Það sem ég fannst hins vegar aðeins óljóst vegna þess að nú búið að vera býsna góð sátt þessa hluti alveg frá því að fyrsta umferðaröryggisáætlunin var gerð upp úr 1995, ég held hún hafi náð frá 96 og hefur verið endurskoðuð minnst tvisvar, að 30 km hverfin hafa verið algjör hornsteinn í þessu, líka þessi svartblettakortlagning og þessar árlegu aðgerðir þar sem að á einhverju hefur borið. Við höfum áður rætt þessa tölfræði og í raun einkennilegu framsetning að tala hættulegustu gatnamót landsins. Við höfum áður rætt það hér. Sem á rætur að rekja til tölfræði tryggingafélaga, ef ég skilji rétt, sem að telja aftanákeyrslur á ljósum. En ég ætla ekki að gera það aðalmáli, heldur bara að taka undir að ég held við eigum að horfa mjög mikið á hraðann. Og þá auðvitað spurningin þegar við erum að setja reglur og stýra borg, hvernig minnkum við hraðann? Við höfum notað 30 km hverfin sem blanda af merkingum og hraðahindrunum og í einstaka tilvikum líka svona hraðamælum sem sýna hraðann. En ég gat ekki betur skilið borgarfulltrúann þannig, þó að hann hafi ekki beinlínis vísað í rannsóknir, en að hann væri núna farin svona að setja hornin aðeins í hraðahindranirnar, sem ýmsir hafa gert í gegnum tíðina. En það hefur bara einfaldlega alltaf vegið þyngra í umræðunni að við erum að bjarga mannslífum og sérstaklega lífum barna, vegna þess að börn sem dóu í umferðinni voru árviss viðburður hér á árum áður þó að miklu færri byggju í borginni. En ef að borgarfulltrúinn vill nú ekki hraðahindranir, vill hann þá eins og skrifað var á leiðarasíðu Morgunblaðsins í held helgina af einhverjum ágætum blaðamanni, þar var verið að tala fyrir því að þrengja frekar götur heldur en að vera með hraðahindranir. Þrengja heldur götur, vegna þess að það væri það sem væri gert í siðmenntuðum löndum og það er rétt. Það er líka vel þekkt og viðurkennd aðferð því að lækka hraða. En borgarfulltrúinn varði næsta kafla ræðunnar í að kvarta yfir þeim þrengingum sem farið hefur verið í. Hofsvallagötu, Grænsársvegi, hann hefði getað bætt Skeiðavoginum við og Háleiðisbrautinni. Þá finnur svolítið að vandast málið. Í lokakafla ræðu sinna fór hann nefnilega í raun að halda ræður sem fjalla ekki að minnka hraða, heldur halda hraða og hækka hraða. Og ég held að við verðum að halda fókusnum á hraðanum vegna þess að á minni hraða öryggi meira
slysin minna alvarleg fyrir alla, bæði ökumenn og þá sem eru utan bílsins. Umferðinni meira að segja librari, rannsóknir sína það. Og mengunin minni, ekki meiri. Þetta hefur bara mjög margt verið skrifað og það er til svona, eins og ég þekki nú læknisvinnu, svona konsensusskýrslur sem að alþjóðlegar ráðstefnur sem eru haldnar reglulega á þessu sviði, á samgöngusviðinu, taka saman. Og þetta er bara mjög auðfundið á netinu fyrir þá sem vilja kynna sér þetta. Það eru framsaknar borgir sem eru að fara hraðar í átt að minni hraða eins og New York og Malmö. Og ég held að ætti að vera hluta þessari umræðu hjá okkur þegar við erum að hugsa umferðaröryggi og hraða að kynna okkur það sem er í gangi. Ég viðurkenni það, ég hef alls ekki fulla yfirsýn yfir það. En það getur verið fyllsta ástæða til þess að láta draga saman fyrir okkur gögn til þess að upplýsa umræðuna. Þannig að við varum ekki svona vísa tilviljunarkennt í eitthvað sem við heyrum eða lesum eða tala ekki bara einhver segir okkur. Heldur styðjumst við bestu gögn sem eru bæði til og hafa verið dregin saman en eins og í verkskýrslunni á sínu tíma er örugglega mjög skynsamlegt að láta taka saman aftur ef það er að myndast breiður stuðningur í borgarstjórn fyrir að taka næstu skref í átt að enn frekara umferðaröryggi í borginni sem reyndar eitt af hinnum klassísku dæmum sem við höfum úr sögu Reykjavíkur það þegar eitthvað mál sett í fókus, vandamáli skilgreint, gerð áætlun, unnið eftir henni og árangur metinn. Það eru umferðaröryggismálin í Reykjavík. Við getum verið verulega stolt af þróun þeirra, en það ekki þar með satt að við getum ekki gert betur. Og ég algjörlega tilbúin til að beita mig fyrir því að við gerum það og á traustum grunni. Það hefur borgarstjóri lokið máli sínu og við ræðum borgarstjóra vill Halldór Halldórsson borgarfulltrúi koma upp í andsvar. Já, forseti góður borgarfulltrúi, ég þakka fyrir þau viðbrögð sem hér hafa orðið og ég ætla að taka undir með borgarstjóra. Ég myndi gjarnan vilja að við vinnum einhvers konar yfirsýn yfir þetta, bara með að við stöðu mála í dag. Og ég reyndar mun ræða það inn í umhverfis- og skipulagsráði líka, eins og ég kom lítillega inn á síðasta fundi. Áhyggjur mínar náttúrulega bara fyrst og fremst að umferðaröryggismálum. Það númer 1, 2 og 3. Og það þá einhver misskilningur, viljandi eða ekki hjá borgarstjóra þegar ég ræddi hraðahindranirnar. Ég hef aldrei verið hrifinn af hraðahindrunum. Ég hef aldrei verið það. En ég hef alltaf sagt, og ég sagði í ræðu minni hér áðan og það stendur hér á blaðinu meira að segja, að umferðaröryggið alltaf í fyrsta sæti. Þannig að ég myndi drita niður hraðahindrunum út allt ef það til þess að bjarga einhverjum. En ég var að segja, við ættum að hugsa aðrar aðferðir sem að virka jafn vel og vinna með öllum þessum þáttum sem ég var að nefna, sem umferðaröryggi, eyðsla og mengun. Við höfum misvísandi upplýsingar það hvaða áhrif hraðalækkun hefur, en ég vil segja ykkur eitt, og ég hef sagt það allan tíman varðandi þennan hraðahóp, að ég algjörlega sannfærður að það fullt af götum sem þessi hópur mun leggja til að lækka hraða á, jafnvel niður í 30, vestan Kringlumýrarbrautar, sem ég tel að verði ágætis stuðningur við. Ég hins vegar hef ekki enn séð rökin fyrir því að lækka hraðan á Miklubrautinni eða Hringbrautinni, en hver veit, kannski verði ég sannfærður það þegar að hópurinn skilur af sér góðum rökum. En það númer 1, 2 og 3 hjá mér, það umferðaröryggið. Og engum skal takast að snúa út úr því fyrir mér. Já, nei, bíddu. Þá telst andsvörum lokið. Nei,
ætli hann fellur frá? Jú, ætlar borgarstjóri að svara Ágæti forseti, allir. já, ég bara þakka fyrir þetta andsvar og lít þannig á að við séum sammála að leggja traustan grunn að frekar umræðum þetta og skulum bara huga því hvernig það er best gert. Þá er borgarstjóri lokið við að svara andsvari og næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að lýsa yfir ánægju mína með það að borgarfulltrúi Haraldur Halldórsson lítur á það sem möguleika að ef að þessi hópur skilar þeirri niðurstöðu að það ber að hægja á hraðanum á tilteknum götum vestan Kringlumýrarbrautar að hann geti hugsað sér að samþykkja það. Sjálfur veit ég ekki hver niðurstöður hópsins verða en ég hlakka til að fá að heyra það. Mér langar að nefna eitt í viðbót talandi aðra möguleika að því að mér fannst borgarfulltrúinn aðeins nýta út í þennan merkilega samning sem var gerður, samgöngusamning sem var gerður 2012 og bendi á það að almenningssamgöngur eru örugglega ein allra besta leiðin til að minnka mengun og minnka slysahættu. Það fara miklu færri með einkabílunum og miklu fleiri sitja í tiltölulega öruggum og afskaplega þægilegum strætisvögnum. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og umræðu telst lokið og við Kjartan Magnússon borgarfulltrúi vill koma upp í andsvari við ræðu borgarfulltrúans. Eða allir á mælendaskrá? Já, ég ætlum að koma í andsvari. Nei, þú mátt ekki. Já, næstur á mælendaskrá er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, ágætir borgarfulltrúar. Þessi umræðu umferðaröryggismál eru auðvitað mjög mikilvæg. Það er alveg rétt sem Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sagði að við höfum náð miklum árangri í þessum málum á undanförnum árum og áratugum. Það eru bara nokkri áratugir síðan að menn töldu að það væri bara eitthvað sem menn þyrftu að sætta sig við að hér byði fjöldi fólks bana í umferðarslysum á hverju ári og þannig var það. En það verða síðan svona ákveðin vatnaskil í þessum málum, kannski 1975-80 þegar menn tileinka sér bara vinnubrögð sem er lærður frá útlöndum, svokallað svartblettafræði eða vástæðir, þar sem menn fóru bara markvisst að merkja hvar slysin yrðu og reyna að draga úr hættu á ákveðnum stöðum og vinna sér svona áfram af því bara með þeirri tækni sem var tiltekið á þeim tíma. Og þessari tækni hefur fleygt mikið fram og hún hefur síðan verið lögð til grundvallar, til dæmis þegar að borgin fór að láta vinna fyrir sig sérstakar umferðaröryggisáætlanir og þær hafa verið gerðar nokkrar og allar skilað mjög góðum árangri, þannig að alvarlegum slysum hefur fækkað mjög mikið. Hinnu er hins vegar ekki að leyna að við glímum auðvitað enn við umferðarslys eða ómörg umferðarslys eins og allir vita og erum smám saman að reyna að tilengja okkur svokallaða núllsýn sem Svíar og Norðmenn hafa tileinkað sér, að þeir í rauninni sætta sig ekki við alvarleg umferðarslys, vinna því að útrýma þeim algjörlega og í því verður ekkert litið framhjá því að nokkrir staðir eru hættulegri en aðrir og þá sérstaklega gatnamót og það eru þetta ýmsar leiðir að takast á við það, en því eru ekkert mótmælt svo kom framhjá borgarfulltrúa Halldórsinni að úrbætur á þeim gatnamótum, til dæmis með því að velja öryggislausnir. Þær hafa skilað með miklu og það held ég að sé svona almennt viðurkennt, en svo eru auðvitað viðurkenni alveg líka að það er svo álitamál í hverju tilviki fyrir sig, hvar við beitum þessari aðferð. Við vitum það það verða aldrei öll gatnamót mislæg, það er þetta af og frá. Þetta er mjög mikið inngrip í skipulagið, eins og bent hefur á, en hins vegar þá mælir samt ýmislegt með því að nokkur þung gatnamót, umferðarmestu gatnamótin, þar verið reynt eins og annar staðar að koma fyrir öryggislausnum eða svokölluðum mislægum gatnamótum. En það er eins og það er erfitt að komast kannski mikið áfram í þeirri umræðu vegna þess að ýmsir líta svo á að vegna þess að sömu mislæg gatnamót sem hér hafa verið byggð eru mjög þunglamaleg, eru mjög stóri og kannski ómikið inngrip í umhverfið og það er ekki sama hvernig maður byggir þau. Stundum þegar maður minnist að mislæg gatnamót þá er eins og sumir sjá alltaf fyrir sér slaufugatnamótin við Elliðaár sem eru náttúrulega allt of stór og taka allt of mikið rými og voru barn síns tíma.
En það er líka hægt að nefna önnur gatnamót sem eru miklu betur úr garði gerð og það er framþróun í þessum málum erlendis eins og í öðrum málum og ég er viss að sumar af þeim lausnum sem til dæmis núna er verið að grípa til eða hanna í Hollandi, svona öryggislausnum, þær gætu áttu vel við hér. En mér langar svona í lokin til þess að minnast á því ég hjó eftir í málflutningi Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa að hann talaði um 30 km svæðin svokölluðu og það má segja ákveðin hátt þá hafi orðið ákveðin vatnaskil hér í umferðarmenningu borgarinnar þegar það var farið út í að setja 30 km hámarkshraða í íbúahverfum og borgarfulltrúinn tók það sérstaklega fram að fyrsta 30 km hverfið það hefði komið árið 1995 svona það leyti sem eða eftir R-listinn náði völdum hér í borginni og ég hef nefnilega heyrt þetta áður, ég hef nefnilega heyrt þetta stundum haldið fram í borgarstjórn að R-listinn hafi komið á 30 km hverfum í borginni og ekki ætla ég ef að R-listinn vann gott starf að mörgu leyti í umferðarmálum þar á meðal í að víkka út þessa 30 km hugsun í borginni og það var alltaf í góðri samvinnu við okkur sjálfstæðismenn en bara benda á það þegar menn rauninni vilja halda svona ártali til haga og saka síðan kannski aðrum að vera með fullyrðingar sem þeir geta ekki staðið við og þá bara vil ég benda á það að fyrsta 30 km svæðið í borginni, það var í gamla Vesturbænum, það kom árið 1983 og svo kom Austurbærinn eða það er að segja Þingholt og Skólavörðuholt, það var held ég 30 km svæðið nr. 2 í borginni og það kom árið 1985 og ég held að það hafi verið mikið framfaraskref þegar þessi svæði voru tekin upp og að öðrum ólöstuðum þá held ég að Katrín Fjellsteð, læknir og borgarfulltrúi, hafi átt svona heiðurinn að kynna þessa hugmyndafræði hér í borgarstjórn og hún flutti þessar tillögur á sínum tíma. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur beðið að koma upp í andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn. Það er gott að hafa það sem að sannara reynist og hérna það liggur með mig að mér langir til þess að hrópa ferfalt húrra fyrir þeim sem að koma þessu fyrst á, en stillum það hér samt. Þá hefur Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar, fleiri eru ekki á mælendaskrá og við göngum til næsta liður á dagskrá sem er umræða